Þá segi ég 27. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra settan. Hann hefur aðeins tafist að hann gæti hafist þar sem við vorum í heimsókn í Reykjagarði. Þar sem að þeir sýndu okkur sína starfsemi, ánægjuleg heimsókn. En við göngum til fyrirliggjandi dagskrár. Það munu koma 2 gestir til okkur á fundinn, Guðmundur Danielsson undir 3. lið og Klara Viðarsdóttir undir 4. og 5. lið. En áður en við göngum til dagskrár að þá ætlar Ágúst sveitarstjóri að segja okkur aðeins frá því sem hefur helst gerst á milli funda. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, takk fyrir oddviti. Það er ýmislegt sem að á dagana hefur drifið í rekstri sveitarfélags og auðvitað er margt af því sem við höfum verið hvað mest upptekin við liggur það fyrir þessum fundi hér að fara yfir eins og auðvitað ársreikningarnir sem að hafa tekið tíman á skrifstofunni í það minnsta en svo er gaman að segja frá því að það er verið heilmikill undirbúningur í kringum umhverfisátak innan sveitarfélagsins og þetta hefðbundin vorhreinsun framöndan og þess aftan að við ákváðum að blása dálítið hressilega til vors að þessu sinni þar sem að viðrar nú svo vel líka og hvetja fólk til að taka til og þetta sveitarfélagi gangi þar undan og hérna taki til hjá sér og skipuleggi þannig að það hefur tekið svona, verið svolítið áberandi líka hjá okkur og hjá áhaldahúsinu auðvitað að koma því af stað og það bara gengur ágætlega og svona ákveðin stemming að myndast held ég í kringum það að gera fínt hjá okkur. Við erum auðvitað meðal annars að hugsa undirbúning fyrir afmæli Helluþorps sem verður árið 2017 en síðan auðvitað bara almennt að það þarf auðvitað alltaf að vera hvora að minna alla á að gera hreint og fínt. Nú það er auðvitað allnokkuð af fundarhöldum í kringum stjórnir og nefndir og ráð og þessum árstíma tengt ársreikningum og slíku samstarfsverkefni og margs konar málþing, meðal annars vil ég nefna eitt sem haldið var á Selfossi fyrir nokkrum dögum og snerist menntamál á Suðurlandi, sérstaklega háskólana. Það var mjög gagnlegt málþing að því leytinu til að þangað komu þeir sem að stýra þessum háskólum hér á Íslandi og voru að velta fyrir sig hvað háskólarnir geta gert fyrir Suðurland og hvað getur Suðurland gert fyrir þá. Og það er svona ákveðin nýr tónn finnst manni í því hvernig háskólarnir eru að nálgast til dæmis svæði eins og Suðurlands þar sem er engin háskóli og stendur ekki til að byggja háskóla, heldur bara nýta það sem til er. Og það er svona kannski angi af þessu svokallaða deilihagkerfi sem við verðum vör við í kringum ferðaþjónustu að það teygir anga sína í rauninni líka inn í háskólasamfélagi. Að því leytinu til að hér fórum við þá leið Sunnlendingar að vera með stofna bara félag sem sveitarfélögin stofnaði nú til á sínum tíma sem heitir Háskólafélag Suðurlands sem að virðist passa akkurat inn í kannski þessa nýju hugsun í kringum háskólamenntun sem er ekki endilega bundið við stað eða eina leið, heldur meira blanda af mörgum. Þannig að það var mjög ánægulegt og allt gott það að segja. Síðan vil ég nefna líka, við erum að undirbúa Oddastefnu núna 21. maí. þar sem að þið þekki nú Oddafélagið sem hefur verið svona vinir Oddastaðar í gegnum tíðina. Það félag er 25 ára núna í ár og það verður blásið hér til málþings í kringum það og auðvitað höfum við mikinn áhuga á Oddastað eins og mörgum öðrum stöðum innan sveitarfélagsins sem eru mjög merkilegir og þarf að gera hærra undir höfði og þeir sem að starfa í þessu Oddafélagi þeir hafa mikinn áhuga á því meðan þess að koma Odda meira á kortið og þar skiptir allt máli meðal annars það að koma brú yfir Þverá sem við erum nú komin áleiðis af stað með, í það minnst eru komin svolítið fjármunir í það en betur má ef duga skal og en það er það að frétta af því máli
að það búið að gera tilraunaboranir í Þverá og kanna með undirstöður og kemur það út úr því að það mjög ákjósanlegur staður fyrir brú. Þannig að það bara fast undir á hæfilegu dýpi og þannig að það ekkert að vanbúnað í þeim efnum að halda áfram. Og það verið að hanna brúna en frekar, það segja gera kannun á því hvort það eftir að stytta hana vegna þess að hún mjög löng, hún yfir 90 metra löng, þessi upphæðlega brú sem var hugsuð og hver meter í brú kostar mjög mikið. Þannig að auðvitað þetta þannig að fjármagnið það flæðir ekki út úr, heldur þarf að reyna að nýta það sem þó til til að koma þessu áfram og þarna getur orðið greið leið í framtíðinni. Sem ég held að sé frábært fyrir þetta svæði og okkar sveitarfélag og okkar hérað á allan hátt. Nú við erum að undirbúa fyrir þann 27. maí hinn sameiginlega dag þessara samstarfsverkefna með Ásahrepp. Eins og kveðið er á í okkar rammasamkomulagi þá gert ráð fyrir að sé haldinn einn sameiginlegur dagur með þessum öllum verkefninu eru kynnt og hvernig þau standa og það áætlað að það verði 27. maí en að þessu sinni verði nú kannski minna umleikis heldur en gæti orðið næst vegna þess að þetta komið stutt af stað þar sem við vorum að byrja með núna áramótin og þetta verður fyrst og fremst að gera upp það sem var áður og þeir ársreikningar sem liggja hérna fyrir til dæmis eru þetta bara uppgjör á því fyrirkomulagi sem verið hefur en engar síður að hittast og fara vel yfir þessi verkefni og gá hvernig þetta gengur hjá okkur. Þetta nú svona helsta sem þetta eftir í hug. Þakka þér fyrir sveitarstjóri. Þá göngum við til dagskrár. Það fyrsti liður, umhverfisnefnd, 9. fundur. Eitthvað sem þið viljið ræða í henni. Svo ekki, það tillaga að staðfesta fundargerðina og enginn gerir athugasemd, þá það samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 2. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings Sytra, 93. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Ég mun lesa þetta með hefðbundnum hætti og lít svo á að hver liður sé samþykktur samhljóða nema þið gerið mér aðvart og vil taka til málsundir einhverjum af þessum liðum. Það 2.1. Vatnskot 2. Landskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áformi landskipti eða við staðfest afmörkuð landamerki. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.2. Skipulag sunnan Suðurlandsvegar. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.3. Heysholt, breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.4. Múli í landsveit, deiliskipulag. Niðurstaða Það eitthvað sérkennilegt. Vantar nú eitthvað inn í þetta. 2.4. 2.4. Vantar niðurstöðu skipulagsnefndar. Við bara lögum það? Við lögum það en væntanlega niðurstaðan. Þetta hvað? 2.4. Múli í landsveit. Já, hér vantar inn í við skulum bara kalla fram hérna fundargerð skipulagsnefndar.
skipulags- og umferðarnefnd 93. Þetta er núlið, það er hérna. Það er niðurstaða tillaga skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar 2.5 Öldur 3 breytingar deiliskipulagi vegna lóðar undir Spennistöðum. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það er tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.6 Haukadalur deiliskipulag. Felld hafa verið niður áform tengingu við vatnsveitu á svæðinu. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það er tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.7 Svæði sunnan Suðurlandsvegar deiliskipulag. Það vantar líka. Já, þarna. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þegar gerðar hafa verið lagfæringar á tilvísun í aðalskipulag á uppdrætti. Einnig þarf að fjarlægja myndræn áform undirgöng en gefur möguleiki á þeim ef þörf krefur samanber texta í aðalskipulagi. Einnig verði felld út greinargerð að sveitarfélagið sjái uppsetningu og rekstur sorpbílóta á svæðinu. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulags- og umferðarnefndar. 2.8 Geymslusvæði á Hellu deiliskipulag. Lögð er fram hugmynd að deiliskipulagi frá eignaumsjón Rangárþings syðra. Lagt fram til kynningar. 2.9 Hraðahindrun í Þykkabæ. Skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa og óska eftir fundi með lögreglustjóra umferðaröryggi og umferðarhraða í sveitarfélaginu. Unnið verði að tillögu gangbraut hraðahindrun við Stóra Rimakot. Afgreiðslu frestað. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.10 Saurbær í Holtum hraðahindrun. Skipulagsnefnd leggur til að óska verði eftir viðræðum við Vegagerðina vegna erindisins. Afgreiðslu frestað. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.11 Reiðileið með vegi í Þykkvabæ. Skipulagsnefnd tekur jákvætt í áform lagningu reiðvegar ef fyrir liggja bæði samþykki íbúa við umræddan veg ásamt því að samþykki Vegagerðarinnar fáist fyrir þverunum. Skipulagsfulltrúa verði falið að ræða við Vegagerðina næstu skref. Afgreiðslu frestað. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.12 Landmannalaugar umsókn stöðuleyfi fyrir íbúðagáma. Skipulagsnefnd leggur til að ekki verði veitt fleiri stöðuleyfi í Landmannalaugum en verið hafa undanfarin ár meðan unnið er að deiliskipulagi fyrir Landmannalaugar. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.13 Rangárbakkar 1-3 áform skipulag. Lagt fram til kynningar. Þá förum við í lið 3. Samgöngu- og fjarskiptanefnd vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 3.1 Fjarskiptamál í Rangárþingi ytra. Þá ætlum við undir þessum lið að bjóða Guðmund Danielsson velkomin til fundarins og á meðan að þau Guðmund Danielsson og Klara Viðarsdóttir eru með okkur á fundinum að þá slökkum við á upptöku á meðan.